Systir, kærar þakkir fyrir að vera hér, þakka þér fyrir að kenna okkur, því þetta er lifandi orð Drottins og ég þrái af öllu hjarta, með mikilli auðmýkt, að einhver daginn leyfi Guð mér að ná þeim andlega þroska sem þú hefur. Spurning mín er í Matthíasi 17. Varðandi umbreytingu Drottins okkar, konungsins, Drottins Jesú Krists, og ég er að reyna að skilja hana. Ég skila í orðabókinni segir að umbreyting þýði að breytast. Í versi 1 segir, eftir 6 daga tekur Jesús með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes, bróður hans og fer með þá upp á hátt fjall, að þeir væru einu saman. Þar ummyndaðist hann fyrir augum þeirra, ásjóna hans skein sem sól og klæði hans urðu björt eins og ljós. Og Móse og Elía birtust þeim, og voru þeir á tali við hann. Pétur tók til máls og sagði við Jesú, Herra, gott er að við erum hér. Ef þú vilt, skal ég gjöra hér 3 tjaldbúðir, þér eina, Móse eina og Elía eina. Systir, ég skil að Elía táknaði Jóhannes skýrara og að þessi umbreyting hafi verið eins konar fyrirbóði dauða Drottins Jesú Krists, en mig langar að skilja af hverju Móse er nefndur hér. Jæja, þetta er ekki þannig að við eigum að túlka atburðinn sem einhverja myndlíkingu umbreytingu eða hvað Elía táknaði. Nei, hér er ekki verið að túlka atburðinn þannig. Sú sýn sem þeir sáu var raunveruleg, eitthvað sem Guð sýndi þeim. Drottinn Jesús sýndi lærisveinum sínum, þeim sem voru með honum, ég held að það hafi verið 3. Ekki allir voru þar, Pétur og Jóhannes, held ég, en samt, þessum 3 vildi Drottinn gefa merki svo þeir trúðu að Drottinn Jesús Kristur væri sonur Guðs, sendiboði Guðs, frelsari heimsins. Til þess að þeir trúðu, til þess að þeir efust ekki. Því það var mjög erfitt fyrir þá alla, sem gyðinga, að trúa því að manneskja sem birtist gæti sagt að hún væri sonur Guðs eða Guð sjálfur. Þess vegna var það erfitt fyrir þá að skilja, en lærisveinar Drottins, allir sem gyðingar. Trúðu vegna þess að Guð hafði útvalið þá og hafði áætlun með þeim, og hann leyfði að þeir trúðu. En samt var alltaf til staðar efasemdir og ótti, og þess vegna gaf Drottinn þeim merki, gerði kraftaverk, lækningar og margt yfirnáttúrlegt, svo þeir trúðu að Drottinn Jesús væri sannleikurinn, að hann væri hinn sanni, frelsarinn sem Guð hafði sent. Svo þeir efust ekki. Þess vegna gerði Drottinn mörg merki, 1000 merkja, svo þeir sannfærðust. Þá leyfði Drottinn þetta merki, að Móse birtist, þrátt fyrir að Móse hefði dáið fyrir 1000 ára. Þá birtist Móse og Elía birtist líka, sem hafði dáið fyrir mörgum öldum. Þegar þeir sáu Móse og Elía, gátu þeir sagt, en þeir dóu fyrir 1000 ára, hvernig getum við séð það núna? Á þessum tíma var meðal gyðingahópur sem trúði því að upprissan væri ekki til, að þegar maður deyr, þá sé hann alveg dauður, bæði sál og andi. Og Drottinn sýndi þeim að það var ekki satt, að fólk lifir áfram fyrir Guði, að Móse, þrátt fyrir að hafa dáið fyrir 1000 ára, sjá, þeir voru að sjá hann. Þess vegna var þetta svo mikið merki fyrir þá, stórkostleg sýn sem Drottinn gaf þeim, eitthvað stórfenglegt sem Guð gerði, sem Drottinn gerði. Þess vegna sögðu þeir við Drottinn að þeir vildu gera eitthvað til að þjóna þeim, svo þeir gætu verið þar, því þeir héldu að þeir myndu vera þar að eilífu. Þess vegna sögðu þeir, við skulum gera 3 skýli, ég skil það þannig að þessi skýli væri eins og litlir kofi eða sérstök rými sem þeir vildu gera fyrir Móse og Elía til að þjóna þeim. En Drottinn útskýrði fyrir þeim að þetta væri ekki þannig, að þeir þyrftu ekki að hafa áhyggjur af því að gera neitt slíkt. Þarna sjáum við að Guð gaf þessum postulum sýn. Þeir sáu allt í sýn og þeir gerðu sér ekki grein fyrir að þeir voru að sjá sýnir. Það sem þeir sáu virtist þeim vera raunveruleiki, því þannig eru sýnir. Þegar Guð gefur manni sýnir, heldur hann að það sem hann sér sé raunverulegt og síðan áttar hann sig á því að það var Guð sem gaf honum þessa sýn. Þetta er kallað umbreyting. Í tungumálinu, í þýðingunni, er það kallað umbreyting, það er að segja eitthvað myndrænt, myndir sem ég sé, en sem eru ekki raunverulega fyrir mig sem mann, heldur hverfa þær síðan úr augum mínum. Þess vegna fékk þetta nafn í tungumálinu þegar sagan var sögð. Þetta er það, en í raun er þetta það sama og Guð gefur mörgum í dag, hann gefur sýnir. Það eru margir sem hafa drauma og sýnir með postulum, með Elía, með Jakob, með Ísak, með Söru, með Abraham. Það er fólk sem hefur lifað slíka reynslu og Guð gefur þessa reynslu svo fólk trúi, treysti og viti að fyrir Guði deyja börn Guðs ekki, þau halda áfram að lifa. Þetta voru merki sem hann gaf þeim og eru einnig fyrir okkur,
því þetta er dásamleg saga sem rætist og í dag hefur margt fólk einnig upplifað eitthvað svipað. Guð lifir og Guð er hinn sami í gær og í dag, hinn sami og fyrir þúsundum ára og hinn sami í dag sem birtist. Hann er hinn sami.